Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í 19. þátt hlaðvarpsins með lífið í lúkunum. Þema dagsins líkamleg heilsa og ég mun fá til mín frábæra viðmælendur sem fá að kynna sig hérna rétt á eftir. En mér langar að segja frá því að þessi þáttur í boði Unbroken. Unbroken náttúrulegt orkuskot án koffíns sem flýtir fyrir endurheimt og styrkir ónæmiskerfið. Það einstaklega gaman að segja frá því líka að eftir viðtalið sögðu viðmælendur mínir mér einmitt að þau taka Unbroken á hverjum einasta morgni, öll fjölskyldan, og að fundi gífurlegan mun á sér eftir að gera það. Ég hef sjálf tekið Unbroken með hléum í nokkur ár og þegar ég var að æfa sem mest þá fann ég gífurlegan mun á endurheimt minni. Og núna tek ég þetta aðalega til þess að styrkja ónæmiskerfið því að þetta með hátt hlutfall af B12, sink og selen. Þannig að þetta hágæðavara sem ég get svo sannarlega mælt með. Gestir mínir í dag sko ekki að verri endanum. Það eru þeir Rúrí og Evert. Verið þið hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Já, takk fyrir. Fyrir þá sem ekki vita, þá eru þau sem sagt hjón. Það rétt. Og Evert hefur nú verið kannski svona meira í fjölmiðlum en þú, Rúrí. Já, það má alveg segja það. Þannig ég fæ kannski að byrja því að spyrja, hver er Rúrí? Hver er Rúrí? Rúrí er móðir, eiginkona, traustu vinur, hún hefur mikla ástriðu fyrir því sem hún gerir í vinnunni til dæmis. Ég alla daga að hjálpa fólki að líða betur og sem er alltaf bara æðislegt. Þannig að já, svona kannski þetta er svona stæðstu punktarnir. Já, og þú starfar sem kýrópraktor? Ég starfa sem kýrópraktor, búin að gera það núna í 7 ár. Vá, hvað tími líður? Tími líður, já, og það er bara alltaf jafn gaman þessi 7 ár bara vakna á hverjum degi og bara vakna ánæður og hlakka til að mæti vinnuna. Það er yndisleg tilfinning. Já, þú heldur betur fundið þína heillu. Já. Já, æðislegt. Og hvernig fékkstu áhuga á kýrópraktík? Áhugin, það var nú í rauninni smá saga, ég skal reyna hana stutta, en sem sagt út frá sem sagt ég kláraði viðskiptafræðina og var að vinna hjá kýrópraktor í svona hlutastarfi. Og hann mér fannst, ég var mjög hrædd við allt svona hnykkingar, allt sem kom að braki og svona, þannig að ég hugsaði bara, þetta er flott bara hlutastarf með skólanum og bara á fín laun og svona. Síðan tala hann minn á það að ef hann fengi að taka myndir og hjálpa mér út af því að ég var svo bakveik í mörg ár, bara út af 5 leikunum mínum og það tók hann svona 6 mánuð að samfæra mig í þennan að taka myndir og svona og síðan bara eftir bara nokkra vikur þá bara ég fekk bara líf mitt tilbaka, verkjalega. Wow. Bara hjálpaði mér svo mikið og það er 17 ár síðan og já og þá fekk ég í rauninu hugsaði bara, ég ætla ekkert að fara að vinna með tölur, ég ætla að fara að vinna með fólki og hjálpa þeim og út að ég hef svo bara brennandi áhuga á því og líka bara svo miklu að trúa á hvað kýrópraktík getur gert og hjálpað mörgum. Við kannski förum aðeins betra eftir yfir hvað kýrópraktík en mér langar líka svolítið að spyrja hver er Evert? Já, ég er faðir, svo ég byrja svona fallega eins og kona minn. Og það hefur verið mitt aðastarf síðastliðin 2 ár eftir við eignumst soninn okkar, Jökul Aron. Og að vinna mín leyfir mér að vera aðeins meira heima heldur en vinnan hennar Rúríar. Hún þarf að mæta. Og þannig að ég hef fengið að vera með honum og eyða með honum þessum 2 árum sem hann hefur lifað og það er bara dásamlegt. Þegar ég horfði tilbaka núna, ég er 51 árs, þetta eru 2 uppáhalds ári mín bara á æfinni, verð ég að segja, sko. En ég er crossfit-þjálfari og einn af eigendum og rekstraraðili í CrossFit Reykjavíkur og yfir þjálfari þar og ég er búin að vera í CrossFit síðan 2008
og CrossFit svona mitt svona minn annar kapli svolítið í lífinu sko. Ég má tala svona út á vinnumarkaðinum því ég byrjaði sem þjónn áttu sögu og lærði til þjóns lærði var þar frá 92 til 95 að læra og var þjónn í 15 ár og nú ég búin að gera CrossFit í 15 ár þannig að það spurning hvort að ég kom í tíma hvort ég kom í tíma á þriðja kapla eða eitthvað en mín ástríða liggur eins og konuna minna rennar úr þér í því að hjálpa fólki og ég brenn fyrir að sjá aðra ná árangri og að sjálfa mig líka ég reyni að sína fyrirmynd og vera fyrirmynd í heilbrigðu lífstíl og ég vakna á hverju mótni glaður og hlakka til að takast á í daginn að því að það sem ég að gera hef ég mikla ástríðu fyrir og það hérna bæði að kenna fólki hreyfingu og mataræði og allt sem að tengist heilbrigðum lífstíl. Já, æðislegt. Þannig að það er Evert Víglundsson. Æðislegt. Og ástæðan fyrir að ég fekk ykkur hingað í dag mitt til þess að ræða kannski svolítið líkamlega heilsu. En mér langar fyrst að spyrja ykkur, hvað er heilsa? Veist, hvað kemur upp í kvöldin bara ef þið hugsi, hvað er heilsa? Ef annað eitthvað byrja bara. Mér langar að koma með eina tilvitnum þá. Ég veit ekki hver sagði hana, en mér finnst þetta sterkt þegar ég heyri þetta í fyrsta sinn fyrir einhverju síðan að heilbrigður maður á sér 1000 drauma og getur látið sér dreyma hvað sem er en óheilbrigður maður á sér bara einn draum og það er að fá heilsuna sín aftur og magna. Fyrir mér er þetta grunnurinn að ég skilur af hverju ég að leggja á mig það sem ég legg á mig og hvet ég aðra til að gera að því að heilsan er það síðasta sem við viljum missa og fyrsta sem við viljum ná í aftur ef við missum hana þannig að heilsa er að vakna á hverjum degi og geta tekist á í lífið glaður og ánæður held ég sko Akkurat, sammála og bara geta gert allt sem að manni langar til og svo eru náttúrulega áhugasviðin mismunandi og hvað fólki langar en bara þurfi ekki alltaf að setja niður fótinn í rauninni, ég get þetta ekki út af heilsunni, bara ef mér langar að geta þetta, mér langar að hlaupa besjuna, bara ger ég það ég geta. Mér langar að sofa í 10 tíma, ég geta, en sem ég get ekki sofa út af verkjum og svona. Þannig að það er... Já, því miður held ég, sko, ég síðastlegin 50 ár hefur okkur farið hrakandi svolítið, vestræna heiminum bara í heild nánast, að þrátt fyrir alla framþróun í læknisfræði og vísindum þá fer heilsumanna almennt hrakandi. Já, það er sorglegt. Og það er sorglegt og eitthvað sem við berjumst fyrir og þú ert í því líka við þekkjum það alveg og ert að skila frábæri vinnu. Takk fyrir. En ástæðan að mínum að þetta er bara einföld. Það er bara lífstílinn sem við lifum. Það er ákvarðanir sem við tökum dag frá degi það að neita okkur svefn og borða mat sem að gera okkur veik og hreyfa okkur ekki nóg og eitt og annað og þessar ákvarðanir leiða til þess að líkamann okkar brotna niður miklu fyrr og miklu hraðar og við verðum veik fyrir vikið og veikindi er orðin nánast bara þau eru algengari heldur en heilsa sko, því miður sko. Akkurat. En þetta er samt svo fyrir mér, þetta er einfalt það er einfalt að leysa þetta mál og við höfum rætta í mörgum podcastum og hingað og þangað og í okkar hópi er mikið af fólki sem að hugsa heilsu og við lærum að fullt af einstaklingum en grunnurinn að því að vera heilbrigður er fyrst og fremst bara ákvörðun. Akkurat. En hvað er það að ykkar mati sem er að hindra okkur Íslandinga að tileinka okkur þennan heilbrigða lífstíl? Ástu mín, ertu með hvað? Nei, ég myndi segja sko alltaf bara líka, bara agaleysi kannski. Við höfum bara ekki agan og tíman, það er alltaf þessi tími. Tímin, já, við höfum að rætta á þessu. Já, og það er alveg, eins og ég segir, þetta er ákvörðun og það er alveg stundum erfitt að neita sér hluti og svona sem að fylgir þessu öllu. Þannig að ég myndi segja þetta tvennt svona myndir bæta við líka. Já,
Ég ætla reyndar að vera ósammálaður. Já. það er lagi. Gott að fá umræður. Það eru allir með jafn mikinn tíma. En það er spurning hvernig þú eyðir honum. Akkurat. Og í hvað ætlar að eyða tímanum þínum. Og ætlar að eyða honum í sjálfan þig eða kannski í vinnuna þína. Eyða tíma í sjálfan sig líklega mikilvægasta sem við gerum. Og að hugsa sjálfan sig. Við hugsum betur bílana okkar og dýrin okkar heldur við hugsum okkar einn sjálfskilur. Og það fyrir mér er mjög skrítið sko. Þannig að skipulögðu þig, veldu að vera heilbrigður og eyddu tímanum fyrst í það og þá kemur hitt að sjálfu sér sko. Það er yfirleitt einmitt það sem að maður heyri frá sínum svona kunnum að þetta er svona, hvað segir maður, afsökunin. Þetta er fyrst afsökunin sem er. Tímaleysi, þú veist. En eins og segir, við náttúrulega vitum betur en það er, við hugsum betur margt annað en okkur sjálf í lífinu, sko. Já. Ég man, við hittumst einhvern tímann út á Róló í sumar með strákana okkar og ég man bara, við vorum svo mikið að ræða sko dagvistun, þá var hann ekki komin á leikskóla og þú varst búin að vera heima því það hafi ekkert allir tök á þessu og eru bara kannski kappi við tíman af því að þeir annarkvort hafi ekki valum annað en að vinna 8 klukkustunda vinnudag eða þá, ég veit ekki hvað, þetta er svo kannski flóki fyrir fólk sem að vinna 8 tíma eða, þú veist, eins og margir lendi að fá ekki pláss fyrir barnið sitt og þurfa að vera heima og vinna þá kannski bara á það engan tíma fyrir sig sjálf. En hvað getum við gert? Já, og við náttúrulega vorum mjög heppin hvað var það eins og hvað við erum bæði náttúrulega svona svolítið sveigjanleg í vinnu, ég er verktaki þannig að ég get unnið mjög mikið og ég get líka átt styttri daga. Þannig að þetta var mikið púsli á okkur í 2 ár en við letum þetta ganga upp og eftir að fyrir jökularana fá að vera svona mikið með okkur bara dásamlegt, já. Forréttindi fyrir hann og ykkur. Já. Akkurat og hann sýnir alveg, ég meina þetta því að svo fengum við oft svona, byrju, er hann ekki að missa félagslega þroskanum og svona, og veist, hann held ég bara á, hann er ekki alhæfi, hann er á mjög góðum stað með að við öruglega mjög mörg önnur börn sko. Það hann náttúrulega, við tókum hann út allt og hann var niður í CrossFit og hann á fullt af eldri vinum, mjög fullorðnum vinum. Þannig að það var aldrei vandamálið. Kom í ungbarnasundilegn. Já, hann var mjög heppinn með margt sko í því. Við byrjum hjá þér, hann var 3 mánaða, við byrjum hjá þér í sundi og það hjálpaði hann náttúrulega óbúslega með hreyfið þróskan sem er bara æðislegt að því við erum nú bæði og við öll erum svona hreyfi nördar. Hann var eins árs þegar hann byrjaði í 5 leikum, ég veit ekki hvort ég má segja það því að það má ekki byrja fyrir 1,5 eða vera 2 ára, en við úr 5 leikunum þekkti einhverja sem voru að sinna því og við fengum að pröfa og hann er núna á sínu 3. sísoni í 5 leikum sko. Hann hefur haft það mjög gott og við erum kannski heppnari heldur en margir upp á það að gera að ég get unnið heima og Rúri getur ráðið svolítið vinnutíman sinum eftir í hvernig það er. Þannig að en oft hittum við fólk og vorum að tala tala um leikskólana og dagvistun og allt þetta og ég var spurður er Jökull ekki komið með pláss og eitthvað, og hvenær og ég veit ekkert skilur, það kemur bara í ljós að ég greiðin og eitthvað en ég vorkenndi okkur aldrei en ég horfi kannski frekar til annara sem eins og þú segir, þeir verða að skila sínum 8 tímum einhver staðar verða að mæta á staðinn og það er miklu erfiðara en ég hugsa ef að viljin er fyrir hendi þá getur það alltaf fundið tíma til að gera það sem þú þarft að gera til að vera heilbrigður og hraustur og fá þá meiri bara lífsgæði fyrir vikið. Akkurat. Og svo kannski eins og með þessa dagvistuna eins og í Bandaríkjunum í svona þessum stæðstu fyrirtækjum Facebook, Google, Netflix og svona þá bara komin dagvistun inn í fyrirtækin þannig að þá var það kannski eitthvað svona spurning hvort að það er eitthvað svona næsta þróun og þá gætu þá er kannski hægt að fara með barnið sitt síðan aðeins hitta það yfir daginn og
og líka bara svona meira öryggi fyrir að fá dagvistun, fá pláss. Já, fyrirtækin tæki líka þátt í þessu. Já, bara auka ánægistig starfsmanna og þess aftar. Svo finnst mér líka á Íslandi svo eðlilegt að vinna 100% og jafnvel 150% þess vegna, sko. Að ef einhver að vinna bara 50% þá bara, akkurri. Nei, þú veist, í alvöru, ef það geggjað, ef einhver vill bara vinna 50% og eiga meiri tíma með börnunum sínum, það dýrmætt. Og ef hann getur það, þá það bara ekki spurning. Sko. Ég hugsa jafnvel að sko einhvers konar ástæði fyrir þessu sé lífskeiða kapphlaupið okkar. Það svo ofboðslega mikil neysla og það verið að kaupa svo mikið að þú þarft að eiga fyrir því vonandi áttu fyrir því þegar þú kaupir það. Þetta lærði ég í podcasti hjá þér allar mín þegar þú varst að tala fjárhagslega heilsu að eiga fyrir hlutunum og en ég hugsa að það sé svolítið sko bara umhverfi sem við lifum í þetta kapphlaup ítir okkur í að eyða peningum sem við þurfum svo að sjálfsögða að vinna fyrir og þá, skilur, þannig komin einhvers konar vítarhingur þannig þú ert alltaf að eyða þannig þú voru alltaf að vinna þannig það gleymist skilur, það gleymast svo mörg góð gildi sem að maður ætti kannski að vera að sinna frekar eins og að sinna sjálfum sér og sinna eigin andlegu og líkamlegu heilsu. Akkurat. Við þurfum að forgangsraða betur. Já, ég hugsa það sko. Spurning hvort það þarf að kenna okkur þetta frekar, skilur. Hvort það þarf að byrja á að kenna þetta eins og var, skilur, eins og ég hef sagt í nokkrum viðtölum og samtölum að það vanti svona inn í skólana kannski til dæmis að kenna fjárhagslegt læsi og kenna fólki á peninga og það þarf að kenna fólki mataræði og hvað hreyfing er mikilvæg og semst allir þessi þættir að heilbrigðum lífstíl. Það spurning hvort að það sé að koma því fyrir í menntakerfin okkar og það reyða nú börnin okkar mjög miklum tíma og alveg frá einsásaldri og upp úr. En hvar myndið þið segja að fólk ætti að byrja ef einhver þarna er að hlusta og vill hugsa við núna bara já, nú finn ég þarf að fara að bæta heilsuna mína? Byrja að hreyfa sig. Ég hugsa að það sé, þar finnur þú held ég þú fær stærstan ávinning. Held ég, leðu þú byrjar að hreyfa þig, þá finnur þú verður sterkari og fimmari og meira þól og það allt saman. Það kemur bara einhvern leið og byrjar. Og svo þegar maður byrjar að hreyfa sig, þá fær maður ósjálfrátt að hugsa betur hvað maður setur ofan í sig. Maður tímir ekki að henda í sig bara einhverjum kræsingum þegar maður er búin að taka kannski góða æfingu og þannig að þá koma betri ákvarðanir líka, bara út frá hreyfingunni. Já, ég hugsa að hreyfingi sé auðveldasta sem hægt er að taka inn, sko. Og því það er kannski klukkutíma á dag, 4-5 sinnum í viku. Þarf ekki að kosta neitt. Þarf ekki að kosta neitt. Bara göngutúr eða fjallganga og bara henda sér í arbeigur og hnébaugur og svona á stofugólfinu. Fólk miklar þetta nefnilega svo ofbáslega oft fyrir sér. Veist, það þarf ekki að byrja á klukktíma á dag heldur, það byrja bara á 10 mínútna göngutúrum og svo vinna sig upp, sko. Og svo ef þið langar að fara að styrkja þig að byrja mitt á eins og þú segir armbögun, hnébögun, kannski einhverjum bekk úti þegar þú ert í göngutúrnum og svo getur þú seinna farið ef þið langar í einhverja tíma eða eitthvað. Akkurat. Þetta er kannski klukkutíma á viku sem þú svona byrjar á og svo bara veist, og það deilist kannski niður í 20 mínútur 3 í viku og það, veist, það er bara þú verður bara að byrja. Það er galdurinn og það leiðir af sér, er ég vissum, það leiðir af sér, skilur, betra mataræði og það leiðir af sér að þú fer að hugsa þessum svefnin og alla hina þættina sem að fylgja heilbrigðum lífstíl. Algjörlega. Ég tók ákvörðin í fyrra, ég ætlaði að hreyfa mig alla daga ársins og þá, veist, var skilgreiningin og hreyfingu, ég breytti henni, það var alltaf að fara á æfingu en hreyfing er núna bara allt, stundum er það bara að moka stjettina, ég með ótrúlega leðilega svona möl sem fer út allt á bílaplannu og bara að sópa hana í 10 mínútur var einu sinni bara hreyfing dagsins og moka snjó þegar það var búið að snjóa eitthvað svaka. Þannig að hvetja fólk til þess að hreyfa sig daglega, það er ekkert erfitt. Þú getur til dæmis lagt bílnum dálítið langt frá og gengið 3-4 mínútur af vinnunni og 3-4 tilbaka eða gengið út í búð að kaupa í matinn eða ganga upp á niðurstiga í staðinn fyrir liftuna. Akkurat. Þessi litlu atriði, þau tikka í, þú veist,
þá ertu að hreyfa þig sko. Já. Ég er bara heppin, ég vinn í starfi þar sem ég stend, skilur, ég er íþróttakennari og ég sit eiginlega aldrei en það er margir sem sitja allan daginn og þeir þurfa kannski tilengja sér þetta ennþá meira þessi litlu atriði. Já. Og það er svo ofbúslega mikið úrvala góðri hreyfingu og hreyfi kennslu og þjálfun að þú veist það ættu allir að geta fundið eitthvað sem það er finna sig í, skilur. Já. Þannig að ég veist að hreyfingin sé nummer 1 sko og leiði það af sér aðra þætti. En eins og með mataræði nú er alltaf bara síbreytilegt, ég er alveg með heilan þáttu mataræði, máttur matarinn settir hann og mjög fýtt þáttur við talum við hann Geir Gunnar næringafræðing. Geir Gunnar Markusson, góð vinur okkar. Ok, æðislega. En hvað leggið þið áherslu á í ykkar næringu, eitthvað sem þið getið mælt með? Vilt þú byrja ástu mín að það? Þú hefur nú sterkari skoðan á þessu. Já, allir sem þekkja mig vita að ég hef sterkar skoðanir á ýmsu. Já, en sko, galdurinn að hollu mataræði eru gæði matarins, hvaðan þau koma. Og fyrir mér, ég segi það stundum, allur matur í heiminum kemur úr náttúrunni. Og þú getur bara valið, matur sem kemur úr náttúrunni er hollur og góður fyrir ykkur, matur sem kemur frá verksmiðju mun að öllum líkindum gera okkur illt eða slæmt ef við neytum hans til lengri tíma sko. Þannig að það er voða einfalt að velja, það vita allir hvað er hollt. Er það? Nei. Já, reyndar. Kannski er það ekki, skilur. Kannski er það bara í mínum hugarheimi einhvern veginn. Mér finnst það svo einfalt að kannski er ég farin að mistúlka það og ég held að allir ætti að vita það. En gæðin skipta mestu máli. En maturinn komið frá náttúrunnar hendi. Og það leiðir af sér að ná tökum á því fyrst og fremst. Þá, að mínu viti, þá leiðir það af sér, skilur að skammtastærir verða réttari og skilur tíðinni máltíða kemur að sjálfu sér þegar þú borðar skilur vel samsetta máltíð sem inniheldur prótein og kolvetni og fitu úr náttúrunni þá ertu mettur þangað til að næstu máltíð kemur einhverjum klukkutímum seinna þannig að þú þarft ekki að vera alltaf að borða skilur eða alltaf að eitthvað að narta í eitthvað. Nei, við borðum svona, eins og hjá okkur, við borðum svona 2 máltíðir á dag, hádeginu og kvöldmatt og já, eitt kaffi á morgnana og svo er þetta mikið bara kjötfiskur og egg. Próteinin okkar koma það, grænmeti ávextir. Já, mikið að grænmeti. Já, það er eiginlega ekkert í ískapnum okkar sem er unnið. Nei. Og það er kannski galdurinn við þetta líka að eiga ekki til það sem maður ætti ekki að vera að borða. Ekki nema þá bara En ísinn sem er stundum í fristi. Það er ekkert í ískapnum sem er unnið. Ekki tala um fristi. Ís er veikleiki hjá mér. Ís er veikleiki hjá mér. Það er eins og súklur og snögum mér. En bara ekki eiga þetta. Ekki nema bara, á lögudegi eða eitthvað, þú velur einn dag í viku að því að það er eðlilegt að fara út fyrir ramman. Og það er engi fullkomin og ekki eins og niður reyna að vera fullkomin því að það mun aldrei ganga upp. Og þannig að veldur einn dag eða veldur eina máltíð eða eitthvað, hvernig sem þú vilt hafa það sem þú bara leifir þér, þar sem að þú ert búin að hugsa kannski alla vikuna. Og ísinn er kannski okkar í þessu, en kauftu þá það sem að þú vilt og mögulega skilur við klára það eins og heima hjá Rúri þegar hún var yngri þá var keypt kókupus í desember og það var bara til í desember foreldrar hennar voru mjög ánægð með þau voru mjög ögur og ef Rúri kláraði það ekki og sískin hennar þá var ég hent. Já, vel gert. Eftir jól. Það var eftir jól eða pakki verið eftir, já. Hann kláraðist ekki kláraðist ekki einjólin og hún var hent og aldrei síðar Þið klikkuðu aldrei á því aftur. Við klikkuðum aldrei aftur. Já, einmitt og talandi þetta, við erum svo mikið fyrirmyndar fyrir börnin okkar þannig að allir fullorðnir sem er að hlusta börnin okkar líklega til að borða sama við gerum bæða því að við kaupum í matinn við veljum hvað til í skápunum og í skápunum en líka því að þau sjá okkur alltaf borða grænmeti á disknum þá er líklega að þau fái sér
Ég var svo stolt af, ég var í foreldraviðtali síðustu viku og kennarinn var að hrósa syni mínu fyrir að hann smakkaði alltaf allan matinn og fekk sér alltaf grænmeti og grænmetisbarni. Og ég bara, yes. En það er markmiðuninn hann hefur það frá þér. Já. Vonandi, þú veist, ég allavega er alltaf heima bara að borða grænmeti fyrst. Og við finnum það eins og með Jökularon, hann er bara, sko, hans uppáhald er, ólívur, mozzarella kúlur, parmesan, þrosk, og tómatar. Og tómatar, já. Bara, og á mótnana þá hann að maula þetta meðan við erum að taka okkur til fyrir leikskóla, sko. Og svo, kannski eitt steikt egg, með, sko. Og harfiskur. En hann borðar bara það sem við borðum. Og það er bara matur í boði, það er ekkit annað í boði. Og það er svo að segja líka með foreldrana að við eigum örgulega líka, eða við eigum stóran þátt í þessu. Þegar við höfum oft rætt að ég og Evert svona, það nú erum við 2 ára og við höfum aldrei farið til ísbúð og keypt ís fyrir hann. Og við svona, það verður svo, okkur langar það rosalega. En ég meina, hann veit ekkert hvað þetta er ennþá. Þannig að við þurfum ekkert að hugsa bara, ok, við erum bara að gera þetta fyrir okkur. Jú, hann mun elska þetta. En við þurfum ekkert að drífa okkur. Svona, við höfum alveg átt þetta samtal alveg nokkru sinnum. Já, sko. bara síðustu helgi. Já. Bara, ef að fara að fá okkur eitt bara aðri það eru 2 ár síðan með síma á það en svo fórum við ekki við eitthvað gögnuðum bara þannig að yfirleitt ömmurnar og afarnir sem gefa börnum fyrst eitthvað selgett það er svo leys þannig að ég veit og ég veit ekki að mamma veit ekki að ég veit það en Jökull er búin að segja mér það sjálfur og þegar amma kemur að passa þá fær hann súkkulaði hvernig er amma að passa? Já, nei svo þegar amma hafi koma þá segir hann alltaf, já pabbi þú ert að fara já, pabbi þú mátt fara það ert ekki að fara að vinna en ég veit alveg hvað er að fara að gera það er bara allt í leið það er bara hluta lífinu sko. Já. En að veit að hann fær þetta ekki í okkur en það er gaman þegar amma hafi komið heimsókn það er fínt líka að við þekkja þetta sem spari akkurat þetta á að vera spari það er þannig sko. Ég er ennþá, börni mín eru nú orðin mjög stór og þau spurja ennþá, má ég fá mig gos því að við eigum aldrei heima en ef við erum í veislum og svona, má ég fá mig gos spurja alltaf á undan, mér finnst það svo fallegt mér finnst það mjög fallegt svo er ég bara, já, mátt fá eitt glas ok, þú veist ég er persónulega óbúslega mikið á móti gósi sko. það er allt og mikil gósneisla sko. allt og mikil gósneisla og orkudrykkaneisla ég er alveg svíður þegar ég sé unglingana okkar úti í Hagkaup eða Bónus og meðskilur 2-3 orkudrykki jafnvel í fanginu að ná sér í nesti sko. Akkurat og svo núna öskra öll strætóskíla á mann einhver nýr orkudrykkur auðlist ég bara, nei, ekki einn í viðbót það er eitthvað sem að mér svíður fyrir allavega mér finnst það alveg hræðilega þróun með gósneislu og orkudrykkaneislu sko. Já, ég sammála því og svo er bara líka svo mikil sem sagt bara beint við orkudrykkina náttúrulega að það er meiri kvíði í krökkum og alls konar alls konar vesen tengt því og einmitt að krakkar fara upp á bráðamóttöku með hjartslátt og truflanir og svona þetta er bara gerast Þetta er ótrúlega erfið þróun við töluðum þetta ég og Erla Björnsdóttir í svefnþættinum orkudrykkina og koffín og svona og þetta er svolítið erfið þróun en við þurfum samt bæði að vera fyrirmyndir en við þurfum einhvern veginn að koma þessu til yngri kynslóðunar hvaða áhrif þetta raun og veru hefur þau tengir þetta ekkert við þessu aukin kvíði eða þetta Nei, alls ekki sko og ábyrðin líkur hjá okkur sem erum eldri að vera einmitt eins og þú segir, vera fyrirmyndir ég sé, ef að skilur, mamma og pappi eru með orkudrykk þá er bara eðlilegt fyrir að börnin að leiti það líka að því að þeirra sko náttúrulega eins og við kannski þekkjum öll skilur sem pælum aðeins í líkamannum að framheilin þeirra hann er bara ekki tilbúinn skilur hann er ekki, og framheilin er það sem við tökum skilur rökréttar ákvarðanir ásamt fleiru sko hann er að þroskast á þessum aldri já, hann er að þroskast á þessum að þau pæla ekkert í einhverjum afleiðingum sko. Þau eru bara ekki þar og það er ekkert að kenna þeim það að því að heilin er að það er ekki búið að kveikja á þeim stöðum sko. Þannig við verðum að hafa í huga hvað við erum að gera skilur við, að því að við erum fyrirmyndir sko.
En það líka bara erfitt fyrir fullorðna að taka einhverja skynsama ákvörðun ef þú sérð ekki ávinningin akkurat núna. Hann gerist eftir ár. Það rosa erfitt. Þannig ég skil alveg fólk sem erfitt með að breyta venjum. Það erfitt að breyta venjum? Já, engin spurning. Að það tekur rosa langa tíma en maður þarf þá eiginlega að vera búin að prenta inn í sig af hverju vil ég breyta sig. Hvað það sem ég vil, hverju vil ég ná fram? Það því ég vil vera góð fyrirmynd? Það því ég vil vera hraust gamalmenni? Hvað það? Og reyna að hugsa þetta hverjum einast degi og þá kannski smám saman hugsa man, já, heyrðu, ég ætla að velja skorri kostin hérna og þá fer það bara að vera venja og eðlilegt og akkurat. Þá heilsan alltaf betri. Já. Þú með eitthvað sem á að gera til að breyta venjum? Til að breyta venjum? Já. Ég reyna að tengja það við einhverja aðra venju. Þú veist, eins og ég var alltaf að gleyma að taka D-vitamin. Ég gat bara ekki munna það. Og þá fór ég bara að tengja við að bestu tennunar. Og þá smám saman fór ég að muna eftir því. Og já, það svona aðalega það sko, líka bara 1 í 1. Ekki breyta 10 hluti með einu af því að þá bara gerist ekki neitt. Akkurat. Alveg hárrétt. Setja einn hlut í forgang. Einn hlut í forgang, já. Algjörlega. Já, ég sammála því. Ég á eftir að læra, Rúri mín mjög duglega að skrifa niður. Og það heldur galdurinn að til dæmis allri markmiðasetningu sko. Og það bara, þetta engar ágískanir lengur, það búið að rannsaka þetta allt saman og sína fram á. Og veist að markmiðasetning, þú verður að skrifa hlutina niður og eitt og annað. Og kannski það bara að þú skrifir niður og hverjum einasta degi akkurat þessa nýju venju eða þennan nýja hlut sem þú vilt ná tökum á. Og þú veist, eða hefur heyrt einhvers staðar hvað líklega, hvað gott fyrir mig, hvað ætti ég að gera, hvað ætti ég að vera að gera sem ég ekki að gera. Skrifa það niður á hverjum einasta degi þannig til að þú hættir að þurfa það og þetta bara orðið að venju. Þannig að ég veist að það sé kannski lykilatriði að taka þetta svolítið skipulega. Og ég er náttúrulega algjör kassi þannig að ég bara svona Excel-skjal þannig að ég allt svona henta mér mjög vel þegar það bara svona og ég vóg og þú ert vóg, ég meja þannig að við erum alveg ég spurði hann að morgunin sem við skýrðum jökularun þannig að eigum við kannski að fara eigum við kannski að breyta og vorum með 2 nöfn sko og vorum alveg búin að ákveða þetta svo bara morgunin ég bara deginum á undan var það daginn áður? Já, þetta var kvöldið, þú segir þetta, ég sagði, herðið yfir minn, förum bara að sofa og tölum saman í fyrramáli. Það er bara svona, hugsa þetta bara, svo vaknaði hann og sagði, já, herðið, þetta er bara flott, þetta er ákveð. Þetta lýsir voginni mjög vel, sko. Já, þannig að stundum það maður að stundum alveg að anda inn og út og bara, ekkert mál, en það einmitt allt svona henda mér, þú veist, svo bara, ég skrifa niður markmið fyrir árið, langtíma markmið, skamtíma markmið, einmitt markmið sem að vinnutengt, heilsutengt, andlega tengt og já, þannig ég er alveg, og er með svona, les svona, hvað heitir það á íslensku, svona affirmation á Já, ég veit hvað það Ég veit hvað það tala ég man ekki hvað það heitir, skilur. Já. Staðfesting geti verið. Já, þetta eru svona ákveðna setningar sem ég fer með les upp og þá svona einhvern veginn ef maður búin að setja daginn og einhvern veginn þegar ég geri þetta þá bara getur dagurinn ekki einhvern veginn, hann bara byrja vel hann bara, þetta er svo gott veganesti út í daginn og finnum að bara er tilbúin að taka og ég meina auðvitað svo kemur upp alls konar í daginn og ég er ekki að segja að hann verið perfekt en maður er bara svona tilbúin að takast á við eitthvað sem er erfitt það ég náttúrulega fæ fólk til mín í öll ástandi og veist bara fólk sem er bara á mjög erfitt og þá það maður alveg að vera tilbúin og vera með orkuna fyrir það fólk Akkurat líka þannig að Er eitthvað annað en hreyfing og mataræði sem að þið eru með svona topp 3 fyrir fólk að gera til að huga heilsunni? Já, við erum svefnnördar og höfum bara við tókum til í svefninum okkar ég bara í beinu framhaldi eftir að ég las Why We Sleep eftir Dr. Matthew Walker sem að mjög margir vita nú hver og hafa lesið bókinans þetta er besta bók sem ég lesið á æfinni
En það eru mörg, hvað er komið Það eru 6 ár síðan, Já. hún kom út fyrir einhverju 6,5 ári síðan og ég las hana mjög snemma, ég datt bara inn á það, ég heyrði í honum í podcasti hjá Joe Rogan. Já, ég hlustaði með þetta saman, Já, það var mjög gott. ég hugsaði séu svona 5-6 ár síðan og þá var þessi bók að koma út og ég bara svona, ok, þetta er merkilegt maður. Og ég kaupi bókina og hlusta á hana, ég hlusta á bækur sem að skipta mig máli að því að, ég les svona reifar á kvöldin upp í rúmi og og bara núna síðustu nótt skilja og las ég sömulínuna 4 sinnum áður og ég myndi ekkert hvað ég var að lesa þannig að það sem skipti mig máli það reyni ég að lesa það að læra yfir daginn og ég kláraði bókina á einhverjum 2-3 vikum og bara leiðu ég á búin bókina og las ég hann aftur eða hlustaði aftur á hana þetta eru stórkostlegar upplýsingar og upp á þessu til á íslensku núna hún er til á íslensku, já, heitir Af hverju sofum við já, og út frá þessu þá fórum við saman að nördast í svefninum okkar og taka til í bara svefninum okkar og það voru gleraugun sem við keyptum til að blokkara bláu ljósin á kvöldin skilur eða blue light blockers eða svefngleraugu held ég að þau séu köllu bara á íslensku Þau fara 2 tímum fyrir svefn Já, skellum þeim á okkur þegar við komum heim á kvöldin og erum bara saman hallarslega með þessi appelsínu gulu gleraugu og svo tók hann mér smá tíma að samfara hana Rúri mína að mála svefnherbergi okkar svart Og finnst þér munur á því? Mjög mikið bara fyrstu nóttina bara Já. og svefnherbergi okkar á að vera þannig eða staðurinn það sem við svoðum hann á að vera þannig að þeir eru búin að slökka og draga fyrir og sérðu ekki hendurnar að þau fyrir framan andlitið á þér og þannig á það er besta svefnumhverfið þannig að svefnherbergi okkar er svart og svarta gardínur og það er bara og það er kannski ekkit endilega fallegast og það kemur aldrei í hús og hýbili sko. En vákvað við sofum miklu betur og við hugsaðum það líka, ég menna þú ert ekki að fá gesti í kaffi eitthvað inn í svefnherbyggitt skiptir engu máli svo er þetta bara, mér finnst það bara mjög flott mér finnst það bara allt í lagi sko. Já, bara mjög fínt sko. Þetta skiptir rosalega máli svefnin að því að ég segi stundum sko, góðu dagur byrjar á eða frábær dagur, vil ég nú snúa frábær dagur byrjar á góðu nætursvefni þannig ef þú vilt eiga frábæran dag þá setur þú svefnin í forgang það er svolítið lykilatriði sko. og við erum alveg, ég þarf alveg 8 tíma, svona 8,5 það er svona minn tími en við erum alltaf farin að sofa snemma við reynum að fara aldrei seinna en 10 upp í rúm það er ekkert sem að skipti máli meira heldur en að fara upp í rúm eftir að þegar klukkan er að renna í 10 og þá erum við að vera með glerun okkar í 2 tíma Já, vel gert Svo býðir bara þanglið í úlinga Já, maður höfður að vaka eftir þeim þetta er svona aðeins öðruvísi en ég er bara svo heppin að maðurinn minn er B-típa þannig ég fer ofta að sofa undan börnunum mínum sko. En það er nú eðlilegt Erla tala nú um það líka, ég hef nú hlustað Erlu Björns þá úlingarnir klukkan þeirra, lífsklukkan þeirra er bara á öðru tíma svæði heldur en okkar fullorðnafólksins eða krakkana litlubörnin svo bara allan sólarhringinn til að byrja með og við erum búin að vera mjög heppir með Jökul hann sefur 8-8 og búin að gera síðan hann var 8 vegna hann hlustaði svo mikið á þig tala um svefn Já, ég hef svona heyrt í mér eitthvað hann tók það til sín alveg strax en við reyndar vorum mjög meðvituð um það og ég sérstaklega og Rúri gerði nú grína mér þegar hann fættist þá var ég strax með plan að koma honum í svefnrútínu nummer 1 því að það er svo grunnurinn að bara öllum þroska í líkamannum og heilanum og allt það skilur að sofa og náttúrulega líka fyrir fóreldrana og alla sem er í kring að geta sofið og það leiddi til þess ég handvissum þessi rútína sem við fórum bara að vinna það strax Já, bara strax á 8 vikna byrjar hann að sofa alla nóttina í 12 tíma og hann er búin að gera það síðan Æðislega sem er alveg magna og ég hugsa að það er ekkert einstakt við hann þetta er bara, þetta er bara eitthvað sem er hægt að gera sem allir þurfa eða ættu kannski að sinna og maður ætti að forgangsraða svefnin sko ekki klípa tíma ef þú ert í tímaþröng, klípa svefninum ég var segum bara í þessu mánuði var bara ótrúlega mikið að gera og ég einhvern veginn bara astnaðist til að fara allt og seint að sofa nokkur kvöld í röð
og þá maður bara ónýtir. Það bara, ég var svo lengi og svo eitt kvöldi þá bara var ég farin upp í rúmklukkan 9 að því ég bara sagði ég gjörsamlega sigruð og en það dugar samt ekki. Þú veist, maður ekki að bæta upp með því að sofa eina nótt betur ef ég búin að sofa kannski 5 ræðilega nætur á undan, þú veist. Akkurat. Það ekki hægt að bæta upp á einni nóttu en með nokkrum nóttum í röð þá nærðu aftur sama formi. Sko. Og maður finnur líka bara alltaf þegar þú sefur minna þá bara minni orka, þú ferð ekki á æfingu, alltaf ferði í... Ég verð pirraður. Já, þú verður, ég verða líka. Það verða allir pirraðir hvort sem ég takk eftir því ekki, en ég tek sérstaklega eftir því með sjálf á mig að því ég veit að það er afleiðing lítils svefns, ein af afleiðingum er að vera bara pirraður. Akkurat. Og eins og segja, og bara lélera þá kannski mataræði og já, það er bara... Svefnin er lykilatriði. Svo ég svolítið líka, og við bæði, við erum nú svolítið saman í þessu öllu og sem er aðeinslegt, að við pælum mikið í öndun líka og ég held nú að þú sést að pæli því líka. Já, svolítið, en ég er að kenna jóga Já, og jóga er náttúrulega æðislegt, gott fyrir fólk til að læra að slaka á aðeins og fara bara að vera ein með sjálfum sér skilu og huganum sínum en öndun líka að því allir þessi þættir eru svolítið einfaldir skilur við. Settu svefnin í forgang og gefðu þér 8 tíma til að sofa, borðaðu mat sem kemur frá náttúrunni, hreyfðu á hverju minnsta degi og andaðu með nefinu. Þannig séð þetta ekkert flóknara heldur en þetta sko. Nei. Í síðasta þætti var hún einmitt að tala sko að öndunin er svo rosalega mikilvægt til að róa taugakerfið. Að við erum öll á yfirsnúningi og þetta, hún getur bara núllstilt okkur með því að taka nokkra mínútur á dag í svona skipulaða öndunaræfingar. Að þá bara getum við, þú veist, þetta er svolítið eins og að kippa okkur aðeins úr sambandi. Við erum alltaf í sambandi. Allan daginn, alltaf. Og alltaf á yfirsnúning, sko. Þetta er eins og við sest upp í bíliðin og þú bara setur bensíngjöfuna í botn og svo erum bara alltaf í botni. Og ég meina, við gerum þessar æfingar oft eins og þessar kannski að hjóla hægt lengi, að nota nefundina. Og líka bara þegar maður er ekki að tala, bara vera með lokaðan munn yfir daginn og við byrjum að teipa á okkur svona, vorum með svona á nóttunni sko að fyrir mörgum árum síðan sko. Já, fyrir munnunum og sem að hjálpaði sko Evert, þú fannst mjög mikinn mun á að klósettferðum fækkaði á nóttunni gífurlega. Það er bara eðlilegt skilst mér að allavega sérstaklega karlmenn að skilur þegar við eldumst þá verður blaðran veikari og við þurfum að pissa á nóttunni og stundum er það 3 svar en þegar ég teipa varirnar á mig saman og anda með nefinu þá verður það max einu sinni og oft aldrei. Hver er útskýringin á því? Það róar taugakerfið. Já, það er bara það. Þannig að þú ert í meiri slökun og dýpri slökun þannig að þessar tilhneigingar til að vakna þegar þér finnst þú þurfa að pissa þær ná ekki að vekja þig. En svo finnum maður núna þetta því við vorum mjög duglega að þessu að nota svona teip og þegar maður er núna líka fókus á að vera með munni lokaðan bara dagstaglega þegar maður er ekki að tala að þá í rauninni sefum maður bara með lokaðan munnin. Nú þarf maður ekkert að teipa. Hann er bara ég þarf að gera þetta aðeins meira heldur en hún. Þannig að þú getur sofið bara eins og ég er þetta svona Dracula já. Það bara krossleikur hendur á bringunni og við lokaði munnin hreyfum ekki, þetta er svolítið hún hreyfis ekki neitt sko. Það er kassin sko, hún er bara svona það er bara best að vera svona það er best, já, mér var sagt að þetta var best og ég geri það bara ég er rosalega, hvað segir maður, ég er svo hlýðin brýt engin lög, þetta er bara ekki fyrir að hún kynntist mér aldrei fengið sekt hún er aldrei fengið sekt nei En að því við áttum eftir að tala um kýrópraktor hvert er hlutverk kýrópraktors og hvað myndur þú segja svona starfið snúist mest um? Sko, já sem kýrópraktor það er alltaf margvísleg vandamál sem koma upp hjá okkur það sem við erum að vinna með á hverjum degi og kannski algengasta er það bara að fólk er að koma út af verkjum það eru bakverkir eða hálsverkir, fólk hefur lent í slysum eða hvort það sé
út frá íþróttum eða voru íþróttamenn og hafa ekki hugsað hérna sig nógu vel og bara líka, ég menna almenningur, þú veist, líkamsstaðan hjá fólki fer að vera hræðileg og já, akkurat og það náttúrulega versta sem við gerum að sitja allan daginn, þú veist, það setur meiri þrýstinga á mjóbaksliðina heldur en að standa, þannig að það er minni þrýstingur og alla hérna hryggjasúlun okkar þegar við stöndum, þannig að það eitt er bara Þeir ekki að gripa fram í, en ég heyrði einhvers staðar, við erum eina spendýrið sem erum upprétt, þannig að hryggurinn, við erum eins hrygg og kannski dýrin, en þau eru öll á 4 fótum, en við erum með upprétt, með þyngdina á akkurat, þannig að þetta er svolítið merkilegt Þetta er stór merkilegt, ég hef aldrei pælt í þessu en þetta er alveg horrið, það var hugsa um þetta En við vorum hönnu til að ganga 4 fótum og bara og eins og segi, bara geta setið á gólfinu og hækjum sér og það er bara ekkert fólk getur það ekkert í dag sko og maður finnur það alveg sjálfur þegar maður á lítið barn og við vorum meira að sitja á gólfinu, maður svona alveg ok, þetta er alveg, við getum það en þetta er allt öðru vísi hreyfing sko, það tekur alveg á sko að vera á sitjandi svona mikið á gólfinu en já, það er í rauninni, þetta eru svona kannski ástæðan fyrir að fólk kemur fyrst til kýrópraktors en svo er kýrópraktik svo miklu stærra og erfitt átt að kenna fólki hvað við erum að gera út að við erum fyrst og fremst að losa svona bara að opna fyrir taugakerfið þannig að liðirnir okkar þrýsta á taugarnar sem kom út frá mænunni og það getur valdið ykkur fyrirstöðu í líkamanum og það getur komið út sem verkir og það getur þá verkið, það getur verið dofi og alls konar því tengdu svo getur það líka verið bara líkamsstarf sem funkar ekki eins og ná að fungera eins og við höfum verið að fá fólk þegar við erum að hnykkja fólki í ákveðnu staði mjóbakinu þá fyrir bara meltingin allir í gang það var búin að stípluð í kannski mörg ár og svo fyrir eitthvað að gerast búin að prófa öll þessi lyf og svona en þá er það bara eitthvað í stóðkerfinu í taugakerfinu sem er bara stíplað þannig að það er það sem við erum svo mikið að reyna að kenna fólki að flæði þarf að vera gott og þessi bara boðin frá heila og niður mænu og út í taugarnar að það sé allt bara allt flæðandi engin fyrirstaða og svo gerist þessi fyrirstaða náttúrulega bara eins og ég að segja ef maður lendir í einhverju og það geta verið bæði slys og það getur líka verið áfall andlegt er líka að setja þessar fyrirstöður í taugakerfi okkar og það er oft sem að fólk bara tengir ekki alveg við að ég fæ svo marga að segja ég hef ekki lent í neinu en af hverju ég bara er að drepast svo er það kannski bara búið að lenda í, bara stórum áföllum maður finnur meira sér bara oft fólk þegar kemur eitthvað upp eins og bara dagina var einum sem að bara ok, það er eitthvað, hvað er í gangi núna algjörlega frosið milli herðablana þá var hann bara gangi í gegnum skilnað og það fór náttúrulega bara allt þarna og hann var ekkert búin að segja mér því og allt var búið að ganga búið að vel í meðferðinni ég sagði bara, það er eitthvað og sagði, já, þetta er það var sérst máli á honum og hann bara setti þetta allt þar og þannig að hann var svolítið magnað að líka fá að finna það bara og á fólki og svo er kannski eins og þetta með það skiptir engu máli hversu slæmur eða góður það til að fara til kýrópraktors og hversu gamall þú ert og ég meina ég hnykkti eða skoðaði meðhöndlaðan Jökularinn bara þegar hann var 4 klukkustunda gamall þá fékk hann svona sína fyrstu meðhöndlun þó að fæðingin og allt hafi gengið bara ótrúlega vel og þá er þetta bara mikil átök fyrir barn og móður og ég myndi segja svona mitt, það væri draumur ef að bara kýrópraktor getur skoðað öll lítil börn aðeins fengið að þetta er aðalega svona efst í liðinu sem þarf að skoða atlasinn svona fyrst og fremst og ef við getum bara aðeins fengið að allan að skoða þig þá held ég að geti komið veg fyrir margt sem að mjög mörg vandamál mjög mörg vandamál sem eru óútskýrð bara pirringur og gremja hjá
litlu börnum sem hann alltaf get ekki tjáð sig. Og við fáum mikið á einmitt og með þessi unga börn sem koma til okkar, þau eru ekki að koma út af bakverkjum, en þá er kannski mikil spenna, óværð, magakveisa, eyrnabólgan og bara svona þessi óværð, ekki sofi ekki og það er oft bara út af óbúslega mikil spennu í taugakerfinu. Ég er ekki að segja þessi alltaf. Nei, og það kemur út í líkamlega eymslu. Já, og ég var bara með eitt lítið núna daginn, þess að hann var 4,5 mánaða og var ekki búin að, hafði ekki hægðir mjög óreglulegar, það var bara komin 8 dagar. Það barni bara, ímynda eitthvað svona vanlíðan hjá barninu. Og svo bara, gerði ég mitt og svo fekk ég skilabóð frá móðurinni. Bara heyrði, Rúri, og hún orðaði þetta svona, þetta var bara takk fyrir tíman, þetta var algjör shitshow sem hún meinti sér að bara svona nokkrum klukktímum eftir tíman, þá bara hafa bara upp á bak hjá þessum stráki og ég meina í þessu tilviki var bara, það var svo greinilega, hann var bara frosinn, þannig ég losaði bara þessa spennu, gerði bara mitt og það fór alltaf að gerast. Og það geti hafa verið bara alveg frá fæðingu. Akkurat, já. Svo hitti ég hana aftur og það var miklu minni spenna, þannig að maður gerir þetta, ef maður næri þessu svona strax, að þá þarf svona, það er auðveldar að bara halda þessu við. Og það er svo margir sem segja, þegar maður fyrir til kýrapraktor þarf ekki að byrja oft og svona og það er svo misjátt og það er náttúrulega fer bara eftir því hvað við erum búin að vera lengi svona. Það er svo margir sem koma og við tek oft röntgenmyndir af fólki og ég sé alls konar slit og það er bara mikið af vandamálum og ég kannski segi þeim eitthvað bara, heyrðu, þetta mun taka þennan tíma og þú sér það að þú ert búin að vera með þetta núna í 20 ár og fólk er svona bara oft, það ætlast til að þetta sé bara, betur þetta ekki bara svona 2 vikur? Svona, ekki alveg. Nei. Hefði getið ef þú hefði hugsað hans betur skrokkinn þinn en svo oft ef maður setur þetta í þetta samhengi og sér kannski sjá hvað þau eru slæm, þá er þetta vitaði náttúrulega að allt svona tekur tíma en við erum líka kannski út af hraðanum í þjóðfélaginu, þá erum við alltaf bara við viljum þessar skyndilausnir, bara þessi eina pilla eða eini hnykkur eða eina æfing, þú veist, og við nennum bara ekki vinnunni. Maður finnir það, fólk sem búa kannski þyngist 20 kíló á 20 árum, það vil samt léttast 20 kíló á einu mánuði eða líka við, skilur. Það gerir sér ekki grein fyrir þetta tók 20 ár, þá gæti þetta mögulega að tekið 10 ára að léttast aftur þessi. Þannig við þurfum alltaf að setja þetta, við erum ofta að tala setja vandamálin í þetta samengi við fólk og þá er enda það átta sig nú alveg flestir á því að þetta tók svona langan tíma og ég þarf að gefa mér tíma í þetta og svo náttúrulega líka bara heimavinnan og annað sem að fylgir því, sko. En við erum með mitt svona kannski út að við fengum að svona meðhandlan jökularan svona snemma og við höfum bara séð hvað það hefur einmitt og það hefur pottet líka skilað sér í svefnunum hans og ég meina núna 7-13 og hann er aldrei verið veikur. Hann hefur byrjað að leikskóla Mér þótti það mjög spennandi. Já. Af því að nú erum við svona heilsunördar að sko hvort að þetta uppeldi hans sem hann er búin að fá núna fyrstu 2 árin bara heima með okkur. Ekki útsettur fyrir mikið af pestum. Nei, og hvort að skilja að því að nú talaðum að öll börn verða veik þegar við byrjum á leikskóla, sko. Taka bara inn alla pestarnar, sko. En hann hefur ekki orðið veikur og ég er búin að vera núna á leikskóla í 6 vikur og ég alveg svona ok, þetta er að virka. Já, einmitt. Ég er ekki með neitt á bakum í því, skilju, ég er ekki með neina rannsóknir eða neitt, skilju, en þetta er bara svona eitthvað sem ég held, sko, ok, hann hefur alltaf fengið D-vitaminu sitt og hann er búin að fá nikk, skilju, vikulega frá því hann fættist og hann borðar, skilju, bara mat, skilju, í 99% tilfella. Og líka færa skriðum gólfi í CrossFit Reykjavík sem er bara gott, skilju. Já, hann fær alveg að vera inn um skít og svona líka, skilju. Það er líka gott. Það má ekki vera ofreint í kringum okkur, sko, að því við þurfum að byggja bóna með gegn, skilju, vírúsunum
og eins og þegar við vorum lítil og eins og þegar við vorum að tala þegar við vorum að gefa honum að borða alltaf skilur og þá í gamla dag var það þannig að þú máttur ekki gefa börnum neitt sem að skilur gæti mögulega verið ofnæmisvaldandi en það er sem betur fyrir búið að breyta skilur við veist, geða honum smá netu eða netusmjör skilur að því að hann fær pínu lítið og hann sýnir engin viðbrögð og svo fær hann aðeins meira næst og þá sýnir engin viðbrögð og þannig kannski mögulega líffræðilega og genetíst var hann með ofnæmi en við náðum að byggja upp ónæmi gegn ofnæminu með því bara að kynna honum þetta í smáum skömmtum sko. Þannig að þetta er en ég hugsa að uppeldið þetta 2 ára samstarf okkar hérna allra að tryggja hafi mögulega skil honum því að hann sé með sterkara ónæmiskerfi og þá kemur aftur aðeins eins og við varum að tala á þann að ég meina við erum svona reyna að taka svona réttar ákvarðanir á hverjum degi þessi 2 ár og margt sem að ég meina það er oft auðvelt bara grífum bara þetta eða gerum bara þetta og einmitt þetta með ísin ef ekki það er svo kósi en við bara erum ekki við erum bara ekki Ég heldur sem allavega mjög dugleg þangað til hann sofnar Ég ætla að segja, ég er algjörlega seg þar og ég er svolítið neitnasegur sko. Ég er þar sko. Ég verð að fá ég verð að fá ísinn minn reglulega Ég finn það sjálfa að ég ef ég borða ónálægt svefni þá hefur það áhrif á mig Já, mitt Þannig ég væri alveg til að borða ís og svona og við vitum það bæði og við erum svona, við reynum að borða ekki eftir klukkan 8 skilur, 2 tímum fyrir svefn það er allavega markmiðið okkar en það klikkar oftar hjá mér heldur en henni sko. Já, líka þeir bara borða 2 máltíðir þá er kannski erfitt að koma inn öllum þessari orku sem þið þurfið þú veist, á þessum tíma eða svona Já, mögulega, ég segi mér það allavega ég verð að fá lítið meira En að því ég er búin að spyrja Rúri með hlutverk kýrópraktor hvert finnst þér hlutverk þitt sem þjálfara vera svona í að bæta heilsu landans? Vá, geggjur spurning maður Hefurðu 5 tíma? Já, ég hugsa sko ég hugsa fyrst og fremst er að vera góð fyrirmynd sko að vera 51 ás og vera hraustari heldur en þegar ég var 20 að spila hópbolta sko. Það er ekki. Og ég hugsa að fólk hljóta að sjá það að ok, þetta er allavega ekki allt í kjaftinum á mér sko. og mínar ákvarðanir yfir daginn eru til þess eða það er eiga stuðlaði því ég verði heilbrigt gamanmenni og þannig að með því að gera það þá sýni ég fólki fram á að það sé allavega það sé hægt, það skilja einhverju og þannig að hlutverk mitt sem þjálfara er að leiða alla hina á þennan stað sem að ég er á persónulega að vera ánæður með sjálfa mig eins og ég er og vera ánæður í lífinu mínu með það sem ég á og hef og það er bara svo góður staður að vera að mér langar svo að allir farið þangað skilur mig og það er, ég held að það sé mitt hlutverk að draga fólk með mér þangað þetta er kannski heimspekilegt og væmið og Nei, þetta er bara dásamlegt Já, ok, gott, takk Þetta er dásamlegt og svo náttúrulega kannski tæknilega séð, skilju það er ég vil kenna fólki að hreyfa sér rétt skilju og það er náttúrulega það sem við gerum í CrossFit er að aðalatrið er ok, mættu reglulega og hreyfðu þig rétt skilju og svo getum við farið að pæla í einhvern veginn hvað þú ert að snara mikið eða hlaupa hratt eða hoppa hátt eða skori í einhverjum æfingum eða eitthvað skilur en fyrst og fremst mættu reglulega ef þú mætir ekki þá er það engum árangri þannig að það er bara nummer 1, 2 og 3 og eiginlega svolítið magna að það er sama reglan í svefni og mataræði og öndun og hreyfingu það er þessi reglusemi þú verður að sinna þessu annars gerist ekkert það er uppskerinn sem að sá nákvæmlega þannig að það er bara aðalatrið sko. Mættu, show up skilur En hvað finnst þér nú því nú byrjuðum við bæði CrossFit mjög snemma ég var byrjað bara held ég bara 2008, bara þegar CrossFit byrjaði á Íslandi ég sikkur staðnum Já, ég byrjaði bara eftir áramótin 2009 Já, sko og ef ég hefði örugglega farið til þín ef það hefði ekki verið svona langt í burtu Ég bjó í Kópavogi og ég sá bara auglýst vinkona mín var sko á grunnnámskeiði hjá þér varstu ekki á Seltjarnarnesi? Jú, í World Class á Seltjarnarnesi fyrst og ég frétti af CrossFit þar og hún sagði mig frá þessu og mér fannst þetta svo geggjað
ég bara, vá, ég verð að prófa þetta, googlaði náttúrulega og fann námskeið í sporthúsinu og mætti hjá Leifi Geir í fyrsta tíman og ég gæti ekki eins og klárað fyrsta voddi. Ég þurfti að leggjast með fætur upp á kassa því mér svimaði svo. Þú veist, ég sagði bara... Samt íþróttamaður. Samt íþróttamaður. Já, þetta er ekki eins og ég verið hræðilegu formi. Þú veist, alls ekki. Ég var 2 barna móðir undir orðin þá. Maður var ekki unglamb. en þetta er bara svo gaman og að byrja á þessum tíma og fylgjast með þessu þróast. Og svo ég komi nú að spurningunni, ástæðin fyrir að byrja að spyrja. Finnst þér þróunin jákvæð, þessar breytingar, eða ekki? Sko, í CrossFit? Í CrossFit. Já, mér finnst, sko, ég get eiginlega bara að tala skilur, CrossFit Reykjavík. Ok, já. Eða þróunina þar, eftir að hugsa almennt í heiminum. Almennt, af því að þegar við byrjum, þá þurftu allir að gera eins. Það var alla skölun. Já. Og það er algjör vitleysa. Og þetta var keppni allar æfingar. Og Rúri náttúrulega byrjaði í CrossFit líka 2000 og ég held að þú hafi komið að annað grunnnámskeið hjá mér í CrossFit og þar kynnust við sko. Ég ætlaði einmitt að spyrja, hvað kynntust þið? Við kynntumst í CrossFit Æsland í Seltjarnarnesi í World Class. Af því að Bergur, kýróprátor sem að Rúri vinnur með og það er kýróprátorinn sem að leita hana út í allt þetta sem að alla þessa sögu kýrópraktíkina og hann kemur á fyrsta grunnnámskeiði og hún var að vinna hjá Bergi og hann bara svona eins og allir sem byrja í CrossFit þeir tala ekki neitt annað í CrossFit og hann er svona stór persónu leikir svona rosalega drífandi og bara, þú veist, ég skráði þig, ég er búin að skráði þig, þú ert að koma Þannig að þar kynntust við og við byrjum saman 2009 haustið og voru reynda búin að vera læðast eitthvað til hliðar frá því vorið og heldum enginn takk eftir því sko. Svo þegar við tilkynntum CrossFit félagunum okkar öllum að við erum orðin par sko. Og heldum að allir eru rosa hissa en það var það enginn sko. Ok, við vorum öll búin að sjá þetta. Já, skemmtilegt. En það var mjög gaman sko. Já. En ég er ánægð með þróunina að þegar í byrjun fórum við öll allt og hratt. En það er CrossFit í dag er svo allt annað sko. Já, ég hef áhyggjur af þessum miklu þyngdum sem eru komnar. Það, þetta, á tímabili var þetta orðið, þetta þróast í jákvæða átt. Svo finnst mér afreks íþróttin CrossFit. Núna finnst mér orðin svolítið öfgafull. Hún er mjög góð. En auðvitað veljum við almenningsútgáfun af CrossFit. En sem betur fyrir það náttúrulega, við verðum að eiga þessar hetjur. Við verðum að hafa Anni Mist og Björgun Karl og þau öll, skilur. Það er svona, það hvetur okkur öll áfram og það er bara gaman að horfa á það allt. En allir hinir sem er að gera CrossFit er ekkert að gera það sem þau er að gera, sko. Það er bara orðin undantekning. 95% er bara, það mætir í CrossFit fyrst og fremst út af félagskapinu. Ég vil meina það er bara svona félagskapurinn er málið. Og æfingarnar, þær eru skemmtilegar og allt það, en félagskapurinn er númer 1. En æfingakerfið sem slíkt er svo magnað að það skilar okkur alhliða hreisti sem er svo mikilvægt fyrir lífið sko. Það er ekkit, gaurinn sem að setja heimsmet í bakarinu núna í fyrradag eða gæri, þeir hlupu í 5 sólarhringa tæpa sko. 100. Hvað er það? Það er rosalegt. En ég ætla fullur að það sá gaurinn ekkit endilega heilbrigðast í gaurinn sko. Nei. Skilju, hann er ofboðslega góður í þessu. Akkurat. En hann er alveg örugglega ekki sterkur. Og svo er aftur með kraftlýfingamannin sem er alveg ofboðslega sterkur. En hann myndi líklega þurfa að taka pásu 3 og leiðin upp stiga í 2 hæðir. Þannig að CrossFit er svo ofboðslega gott sem svona grunnur fyrir lífið að því að þú ert góður, þú verður fær í öllu. Þol og styrkur og snerpa og fimi og það allt saman, skilur. Og svo er maður líka bara hlutverk þjálfarans að ef að fólk er að lyfta og þungt og hefur ekki sem sagt bara hvað segir maður höndlar það ekki þá þyngd sko, þá bara það þjálfarinn að koma og taka af stönginni. Það er kannski stutta svari við því sem þú spurði mig og ég byrjaði að tala með eitthvað allt annað. En hlutverk mitt sem þjálfara er að sjá til þess að þú hreyfir þig rétt. Og ég er svo ótrúlega sammála og ég tók þig til fyrirmyndar að því ég man einhvern tímann fyrir mörgum árum þá sagði þú að síðasta endurtekningin að vera jafnfælleg og fyrsta. Já, sko. Þú veist að læra eitthvað aftur. Vel sagt hjá mér. Og þetta tók ég til mín. Já, þar er CrossFit heimurinn í dag. Þar er hugmyndafræði þjálfarana í dag. Að þú veist, ég
skilur gera mitt besta til þess að sjá til þess að þú hreyfir þig fallega það er númer 1 Já. og það er það sem að venjuleg maðurinn er að gera í CrossFit held ég sko. Algjörlega. Allt þetta sem við erum að tala hefur áhrif á líkamlegu heilsun okkar og raun og veru bara allt, sko, allir þættir sem ég teki í hlaðvarpinu hafa einn eða annan hátt áhrif á líkamann en allt sem þið eru búin að tala eru svona þessi stóru þættir og hérna ég er bara ótrúlega þakklátt að þið gáðu ykkur tíma til að koma hérna og hérna segja ykkar sögu og skoðun og svona en er eitthvað að lokum, erum við að gleyma einhverju, er eitthvað stórt sem að ykkur liggur á hjarta og þið viljið koma framfæri Evert það pressa sko Ég veit að lífið breyttist mikið þegar þið foreldrar Já Lífið fyrir og eftir er auðveldra að hugsa helsuna erfiðara eða bara alveg eins Sko, ég hugsa fyrir okkur er það alveg eins að því að það var bara orðið vani hjá okkur og búið að vera svo lengi við þurfum ekki að sko eyða orku í það að borða holt eða velja holt eða fara á æfingu það er orðið bara svo mikið hluti af okkur að það gerist það sjálfur sér sko. Og það er mitt eins og við nefndum áðan það meira ef maður ekki komist á æfingu í 2-3 daga þá er annarkvört ég verið bara, heyrðu, nenni þú að fara á æfingu, þú ert orðin svolítið pirraður. Bara, heyrðu, þarft þú ekki að komast á æfingu? Farðu út að hlaupa það. Nei, en við höfum líka, þetta er svona, eins og með aftur þetta eiga börn og svona, þetta er svolítið, fjölskylda er svolítið fyrirtæki og það þarf að sýna bara, hvað segir maður, stuðning og til hvers annars og við höfum alltaf passað upp á að Evert hefur alltaf gefið mér tíma til fræfingu og ég honum og við maður hefur aldrei fundið fyrir því eins og nú er ég náttúrulega vinn mikið og ég fræfingu og svo á maður barn en ég hef aldrei fundið fyrir því að ég sé eitthvað lélegri móðir út af því að ég fór á æfingu því það kannski gerir mig bara betri út af því þá hef ég bara meiri orku og ánægður með sjálfa mig og þar eftir göttunum. Akkurat. En mér finnst það líka við lögðum mikla áherslu á og höfum lagt frá upphafi í þessu ferli með jökularun að vera teimi sko. Mamma og pabbi vera að vera teimi og það er eitthvað sem að við lásum bæði einhverja 2-3 bækur áður en að fættist sko. að því við erum nördar og hérna maður reyna besta þetta það var eitt af því sem að ég tók úr hvað heitir hún aftur? Stærsta bókin sem það var eitthvað svona hvernig á að vera foreldri eða eitthvað skilur og það var eitt sem að talaðum bara strax mamma og pabbi verða að vera teimi við verðum að vera saman í þessu að því að börnin skynja strax ef það er einhvers konar togstreita okkar á milli og ég veist að það hjálpi okkur líka bara að sinna okkar sambandi að því að við erum líka að gera það fyrir hann skilur þetta er ekki bara við 2 en þá sko Það er kannski það sem hefur breyst aðeins að við vorum alltaf með date night á 50 dögum fyrir jökul, það var bara alltaf nice. Já, og það þurfti ekkert endilega að vera við fórum kannski út að borða eða bara sund eða þetta var bara svona tími sem að við máttum ekki plana eitthvað annað, það var okkar tími en það hefur svona aðeins breyst með hann en við notum helgarnar mjög mikið saman, það er svolítið okkar heilaði tími og hérna, en það er bara en hann gerir náttúrulega lífið bara indislegt það er samlegt allir sem eiga börn tengja við þetta sko. þau eru æðisleg sko. Mér finnst svo mikið forréttindi að kenna ungbarnasund að sjá foreldrarna koma með bara gersemina sína allir brosandi, allir einhvern veginn svo afslappaður, ég veit ekki hvað það er þetta er dásamlegt andrumsloft mér er aldrei fundist ég vera að fara í vinnuna aldrei, ég er maður að kemja til 17 ár og það er æðislegt að finna það er svo gaman og við erum bæði einhvern veginn og öll á þeim stað einhvern veginn að mér finnst ég ekkert vera að vinna Nei. Skilur, það er bara ég bara ger eitthvað sem ég hefa gaman að sko. Og það er einmitt og svona þegar maður hugsa eins og þetta með mig að ég er að hérna fer með þessa affirmation og ég skrifa niður á hverjum degi svona hvað þrennt gott sem að mun gerast í dag og eða það sem þrennt sem að ég vil að gerist í dag
og svo svona kvöldin þá fer ég yfir það og athuga hvort að það hafi gerst og það er mitt þetta líka bara að vakna og bara svona vá, ég er svo heppin að fá að gera það sem ég er að gera það er svo góð tilfinning ekki. Það er mitt það er svo gott að hugsa líka þegar maður vaknar og er komin og fætur að hugsa til hvers hlakka ég í dag hafa eitthvað til að hlakka til því það er fullt af fólki sem er ekkert í þeim sporum en leið þú ferð að leita eftir því þá ferð að taka meira eftir því Svo er þetta, myndi ég líka segja oft bara þessi ákvörðun, veist. Þegar við eigum alveg, eigum við einhverja erfiða daga eða fáum slæma fréttir og það maður stundur bara hvernig ætla ég að takla þetta og ætla ég láta þetta hafa áhrif á mig og það er svolítið sem að þú ert mjög góður í líka og við horfum til dæmis ekki á fréttir út af því að við bara við bara þurfum það ekki í líf okkar og ég segi alltaf að ég fæ að vita það sem skiptir máli, þá fæ ég að vita frá fjölskyldinni eða kunnum eða eitthvað en við horfum aldrei, fyrir aldrei inn á MBL, ég fer ekki inn á þessa miðla og það held ég bara eitt svona bara fyrir stress og svona það við erum bara það er ómikil neikvæðni sem við þurfum ekki skilur og þetta er bara okkar val að vera ekki að skilur velta okkur upp úr þessari neikvæðni sem að frétta flutningur er allt of mikið og þeir hlutir er kannski ekki sem að við getum ekki haft beint áhrif á þannig af hverju eru við okkar að líða illa yfir eitthvað sem að ég get ekki stjórnað Ég er alveg sammála, ég kveiki aldrei fréttum einstakar sinnum MBL.is en ekki sjónvarpunni, það er bara, ég er alveg sammála mér finnst þetta oft svo bara allt sorglegt, einhvern veginn ofbúrslega mikið og stundum er bara betra að vera fáfráðar og ég meina, hamingjusamt flón hamingjusamt flón menn það hefur hjálpað mér, bara eins og segi bara með andlegu hliðin og svoleiðis, bara að þurfi ekki að vera með einhverjar auka áhyggjur Einmitt, eins og í COVID þegar fólk var að kíkja 50 sinnum á dag, hvað voru komið mörg smitt þetta var bara streituvaldur akkurat og því miður fólk er ennþá að díla við COVID bara bæði andlega og líkamlega og við sjáum það og örgulega ég held ég geti talað fyrir allar líkamsræktarstöðar á landinu og örgulega í heiminum að þau fyrirtæki eru ekki komin á sama stað þau voru fyrir COVID það er ennþá færri kúnnar að mæta heldur en var fyrir og ég veit ekki hvað það er ég hugsa að það er bara erfitt að byrja aftur það var svo ofbóðslega mikill hræðslu áróður ég held að hugsa sumir séu bara ennþá í sjokki maður hefur heyrt þetta bara allstar þeir sem eru alltaf jókanámskeið og alls konar námskeið það er bara miklu verri skráning en var fyrir COVID veit ekki hvort að fólk sé bara heima kærara eða hvað en ef við endum bara á lokasetningunni til að reyna að taka þetta saman hvernig hámörkum við líkamlega heilsu í stuttu máli og reyna að svara núna, ekki bara tala hvernig hámörkum við líkamlega heilsuna með því að sinninni á hverjum degi ég held að það sé bara gott stutt svar frá öllu bara sinninni á hverjum degi reyna að taka sem flestar góðar ákvarðanir hvað var það heilsuna og svo er þetta bara eins og þetta þegar við erum að safna pening það er bara að setja inn smá og það verður alltaf meira leggja inn í heilsubankan leggja inn í heilsubankan og það ég er alveg samfærið mitt það að ef að síðan við þurfum að lendum í veikindum með einhverju og ef við eigum inni fyrir þá erum við bara miklu sneggri út úr þeim erfiðleika ef við erum búin að vera duglega að leggja inn í heilsubankan algjörlega engin spurning við erum þeir sem eru hraustir eru miklu lengra frá því að vera veikir heldur en þeir sem eru ekki hraustir þannig að því lengra frá því skiljum við á svona einhverju kurvu það sem er hreysti er efst og veikindi eru neðst þá því lengra sem þú ert frá veikinda endanum á kurvinni þá þeim mun betri skiljum við þeim mun sterkari ertu fyrir hverskins áföllum að takast á við og góð heilsa er ekki heppni þessi var góður þetta er ekki heppni og þetta er ekki genetist þetta er bara ákvörðun og svo vinna á hverjum einsta degi
Akkurat. Við fáum ákveðin bara, spil í hendina náttúrulega líka, þú veist, við fæðumst, en við ráðum hvernig við spilum úr þeim. Algjörlega, sko. Algjörlega. Já. En bara takk kærlega fyrir að koma. Þetta er bara dásamlegt spjall. Já, takk fyrir okkur. Takk sem er leiðis Erla, alltaf gaman að hitta þig. Æðislegt. Ég mæti á næsta Íslandsmót. Það líst mér vel. Ég ætlaði að spyrja þig, ég vissi ekki hvað þetta að þóra. Geggjað. Já. Mér líst vel það. Það voru margir sem komu núna, af því það voru nokkri sem duttu út, ok, og eðlilega bara, og en það voru margir sem komu til mín eftir og þú núna ert að endurtaka það og ok, ég verð með á næstur. Það er gaman að keppa og það sé svona svolítið öfgar alltaf af því sem við erum að gera dagstæðlega, skilur. Já, en ég var bara að vera skynsöm og ég var að hlusta á heilsuna mína. Já, ég bara, að því að hún er mikilvægari heldur en einn keppnisdagur eða einn keppni eða eitthvað skor. Við erum nú komin út í svona crossfit máliskvöri, sko. Nákvæmlega. Okkur gengur vel að enda þennan þátt. Þetta ekki klift þarna. Hvað sagður á þennan? Heilsa er ekki heppni, ekki að stoppa þarna. Nákvæmlega. Herði, bara enn og aftur takk fyrir og ég bara hlakka til að fylgjast með ykkur áfram. Þeir eru frábærar fyrirmyndir. Þeir eru geggjuð. Takk fyrir það.